that's the old me. And now you wanna get me back and you gon' show me. So you walk around like you don't know me. You got a new friend, all I got homies. But then again, it's still so lonely. In the night, I hear you talk, cold story ever told. So we're far along this road, lost this road, to a woman so blessed. How could you be so blessed?
Við byrjum á Njarðvíkum, númer 0. Þeir eru að kynna liðin. Við leifum Jóni Halldór að eiga gólfið. Hún leiðist það ekkert. Númer 2, Fjóla Osmani. Númer 3, Matthildur Mía Alvarsdóttir. Númer 5, Hólmfríður Eyja Jónsdóttir. Númer 8, Kristín Björn Guðjónsdóttir. Númer 10, Ásta María Arnardóttir. Númer 11, fyrirliðin Hulda María Arnardóttir. Og númer 14, Sara Björg Logadóttir. Þjálfarar Njarðvíkur eru þeir Rúnari Gerlandsson og Rúnari Sjálfi. Þá er það lið Stjörnunnar. Númer 4, Berglind Katla Hringsdóttir. Númer 6, Halló, halló. Anna Ólöf Magnúsdóttir. Númer 7, fyrirliðin Tinna Þyrla Jónsdóttir. Númer 8, Matthildur María Jónsdóttir. Númer 9, Halló. Rakel Nanna Káradóttir. Númer 10, Ísey Guðmundsdóttir frá. Númer 14, Halló, halló. Lilja Katrín Kristín Logadóttir. Já, ég heyrði allavega mjög lágt í mér. Númer 17, Ó Guðmundsdóttir frá. Númer 18, Arna María Eiríksdóttir. Númer 20, Andrea Sif Pettersen. Númer 21, Þorbergar Rún Einarsdóttir. Þjálfari Stjörnunnar er Adama Kasper Rarbó og honum til aðstoðar Ísold Sævarsdóttir. Góða skemmtun! Já, alltaf ég heyri hægra megin í mér. Við erum live. Jep. Jæja. Herðu, við erum komni hérna enn og aftur. Njarðvík Stjarnan. 9. flokkur kvenna. Og já, með mér í dag Sigurður Friðrik, City. Blessa. Lesja. Herðu, Njarðvík, þeir eru deildarmeistarar. Voru í fyrsta sæti. Heldur betur. Og eru bikarmeistarar og geta því náð í þann stóra hér í dag og orðið handhafi allra titta. Já. Stóðu sér vel á Scania Cup líka. Já, eins og aðrir. Eins og fleiri. Já. Reykjanesbær gerði góða hluti þar. Í heild sinni. Ég held að við höfum alveg vona á hörku leikirna, Svenni. Við förum aðeins yfir hérna viðureigni liðana í vetur. Og sjáum við það að liðina mæst 3 sinnum í deildakeppninni þar sem að Njarðvíkingar vinna fyrsta leikinn 57-50 og þær vinna svo annan leikinn 59-52. Svo mættust liði núna í apríl þar sem að Njarðvík vann einstigs sigur 52-51, þannig að þetta er ekki mikill munur á liðunum. Nei, ég held að þessi síðasti leikur þannig hafi farið í framlengingu. Það er svoleiðis. Já. Þannig að þetta er bara 50-50 leikur. Já, Njarðvíkingar unnu Hauka í undanúrslitum 72-39 og meðan að Stjarnan vann KR-inga 67-54. Já. Það er þétt sett í stúka Njarðvíkum megin. Já, ekki langt að fara. Nei. Það fengum við eins að lána trommusveitur á Keflavík. Já. Sem er bara vel. Við erum farin að gera hann út bara. Já. Já, alltaf verið að finna einhverja leiði til fjáröflunar hérna. Styðum það. Já, við höfum bara von á hörkuleik hérna. Þetta verðist vera mjög jöfn lið. Já, þetta er fyrsta Njarðvíkurliði sem er allavega að spila hér helgina. Ég er ekki viss að því að það verið að spila líka á meistaravöllum. Hvort að Njarðvíkingar eiga fleiri liði í úrslitum, en gaman að sjá Njarðvíkinga hérna. Það þarf ekkert að kynna lið Stjörnuna til leiks. Það er búin að vera þó nokkuð stjörnulið hérna í úrslitum. Og hafa þeir unnið alla þá leiki sem þeir hafa tekið þátt í hérna helgina. Líður greinilega vel í Blúhöllinni. Já, en Stjarnan var í 3. sæti í deildinni. Þá fer allt að vera til reiðu hérna.
dundrandi stemning, Rihanna á fóninum. Ég hef ekki þekkt þetta. Þess vegna er ég hérna. Þú sérðum allt fyrir 1990 og ég rest. Já, minnum á að þessum leikloknum er ennþá einn leikur eftir sem hefst hérna 17:30, ungmennaflokkur kvenna. þar sem að heimakunnur í Keflavík munu taka á móti sameiginlegu liði Vals og KR. Við vonum hörku leik þar líka. Já, byrjar hann í Stjörnuna hérna kominn á. Og Njarðvíkur sem er leiðis. Sem bara góða skemmtun. Já, Njarðvíkingar ná boltanum hérna. Kristín. Já, flott hreyfing. Villa. Frábær fótavinna þarna hjá Huldu. Virkilega vel gert hjá henni. Hulda verið í hóp í meistaraflokknum í vetur, fengið smá eldskýrt þar ásamt henni Söru númer 14. Þetta eru miklir framtíðarleikmenn í Njarðvík. Þetta koma af ágætis kyni. Hulda dóttir Svövu Stefánsdóttir og hans Agga Pó í Njarðvík og Sara dóttir Lóa Gunnarssonar. Ekki glemma Kristínu Björk dóttir Guðjóns Helga sem að gera Garðinn frægan. Jú, mikið rétt. Hérna, já, góð hreyfing, gekk ekki og hvað, það er ná boltanum. Já, langur fyrstur. Þetta er Bó. Hún var Íslandsmeistari í gær hérna með 10. bekk. Hún er sjálf í 8. bekk Stór stelpa. Já. Hulda með stiga, gekk ekki, sækir frákasti sjálf. Að körfunni, frábær sending Kristín með þrist, gekk ekki, en hvað? Hún tekur frákasti sjálf. Þó hún hafi legið niðri. Og Ásta með þrist, gekk ekki. Flott sóknar Njarðvík, boltið flýtur vel hjá þeim. Brunningur eða hvað? Já, það er ekki annað hægt. Byttu við, nú eru þeir ósamála dómararnir. Mér fannst þú vera löngu kominn. Þetta er eins mikill ruðningur og ég hef séð. Ég er hlutlaus. Brunningur, Hárréttur dómur. Dómarinn undir virtist dæma hérna Villa á Svövu. Nei, ekki á Svövu, mannurinn er ekki gert það. Huldu. En Ruðningur, flott vörn hjá henni. Kristín, það er smá hik hérna. Já, út í horni. Og þristur, nei, gekk ekki. Stjarnan kemur hinn upp. Þetta er þröngt og hvað uppkast. Tinna tekur boltan inn hérna. Já, fínt, nei, gekk ekki. Og Hólfríður Eyja. Nei, hún stígur út af, já. Rettaði sér. Halla steig hann út af. Eins og langflesta af þessu stjörnuliðum þá er að pressa allan völl. Og signature stjarnan.
Kristín, já. Hulda sækir að, hvað? Ó. Byttu við. Stúkan hefur talað. Já. Enginn að hlusta. Allan ekki þeir í svörtu hann inn á. Ný. Það náði líka að vera. Allan að gott að menn séu með skoðanir á sig. Já. Hulda hérna í annarskiptið á línuna. Misti bæði áðan. Já, þetta er honi. Þessu stuttur. Góð með frákastið. Já. Hún var frekar lengi að koma hann inn í. Þannig að Njarðvík komst inn í þetta. Ásta hérna. Yfir á Huldu. Sara upp í þrist. Já, Tjaldi ofan í. Skemmtilega gert þarna. Hulda baði hindrun frá Söru. Sara setti það. Hún hafnaði skrínunni og kom svo bara upp úr því galopinn. Stúka tekur við sér hérna. Fín vörn hjá Kristínu. Ó, flott kött. Og hvað? Já. Vel gert hjá Tinnu. Alveg óþægilega frí þarna. Og Ásta. Slöggsending. Hendur boltanum bara beint út af. Smá taugatryttingur í báðum liðum hérna í byrjun. Sækir sterta körfunni. Já. Virkilega vel gert hjá Ninni hana og að stela boltanum. Klaufagangur. Já, setja hann aftur. Stjarnan alveg pressaði hérna alveg í þaula hérna upp allar völdin. Hulda fær boltan aftur út og setur hann niður. Langur tvistur. Virkilega mjög skot. Gegn Söru. Spila fína vörn hann að Sara. Villa, já. Ég held að þetta sé hárrétt. Sara er búin að gera rosalega vel hérna í vörnina haldinu fyrir framan sig en óþarfið þarna að leggja hendurna niður. Hún var ekki að taka gott skot. Spennandi leikmann Bó. Hún getur leyst allar stöður á völlinu með virkilega góða boltatækni og mikið jafnvægi. Örugg á vítum. Nú eru smá vandræði með að koma boltanum inn. Jæja, það gekk. Ná að leysa þetta fínt. Kristín. Sara aftur í þrist. Og hvað? Nei, gekk ekki núna. En Ásta sterkir frá og... Nei, Sara fljótt tilbaka. Hálf tilvíðunarkennt svona þristur. Nei, gekk ekki. Engin til að stíga út. Setur hann niður. Það er smá kæruleysi yfir Njarðvíkingu núna. Þær eru ekki ná að klukka þær og stíga út. Kristín sækir að körun. Já, vel gert hjá henni óöppin. En hvað? Bó með frákastið. Hólfrúð kemst á milli. 12 sekúndur á skotklukkunni. Skiptingar í Stjörnunni. Rakel Nanna. Og Halla Ólöf koma út af. Og inn og kemur hérna stelpa í 7. bekk. Dóttir Hlyns Bæringssonar. Flott hreyfing hjá henni. Já, það er erfitt að stoppa þetta. Það er svo sterk og Rúnar hefur séð nóg. Þetta er ekki svo byrjun sem hann var að vonast eftir. 14-6. Stjarnan aftur á móti heimillegandi með þetta. Þeir hafa náðu að leysa þetta mjög vel.
Stjarnan hérna upphafi. Pressan að skila sér og þetta er bara eins og maður sér í gegnum alla yngri flokkana hjá Stjörnunni. Það er pressað allan völl, saman hvort það sé skoru karfa eða frákast. Njarðvíkingar þurfa að gera aðeins betur og koma boltanum inn. Það er að setja sig í svolítið slæma stöðu þarna í yngastinu. Já, vantar aðeins meiri aðstóð. Sjá, Bói komið með 6 stig hérna. Og Ninja með 4. En Hulda og Sara með sitt og 3 stigin hjá Njarðvík. Erglind Katla Hlindsdóttir, númer 4 í liði Stjörnunnar. Beðum að fylgjast vel með henni. Hún var Íslandsmeistari með 7. bekk hérna í Glúhöllinni fyrir í vor. Í 7. bekk, mikið efni. Eins og svo margar hérna í Stjörnunni. Mikið framleiðsla þar. Gríðarlega stórveldi sem Stjarnan er orðið í yngri flokkum körfubolta. Virkilega. Það er að uppskera vel. Það er bara spurning hvernig þetta skilar sér upp í meistraflokkana. Það er allavega að kalla megin svona, eru svolítið svona, ég vil ekki segja gengið illa beint, en svona Ekki náða að skila nægilega mörgum. Nei, það er nóg framöndan skal ég segja þér í þessum efstu yngri flokkum. Margir ótrúlega spennandi leikmenn, bæði kalla og kvenna. Njarðvíkingar ná að leysa þetta vel og já, góð óheppinn Hólmfríður, góð sending á Kristínu þarna. Tinna kemur hérna boltan. Það er að leita Bó hann undir. Berglind og Bó með 3. Nei, gekk ekki. Kristi með frákast, Sara. Já, vel gert hjá Söru, fór sterkt upp þarna. Skorar. Virkilega vel gert, áræðin, hikaði hvergi. Það er vítaauki. Önnur villan á Bó. Það er í fyrsta leikluta. Það er ekki gott. Það er út Stjörnumaður. Það var ekkert sérstætt. Nei, og víti örugt. Þristur hjá Stjörn, nei, gekk ekki og hvað? Já, lík pappa sinna hana. Já. Nei, gekk ekki. Flott vörn. Já. Hulda Marja yfir á Söru og Sara. Já. Vel gert hjá Huldu, hún sér völlin vel, ofboðslega yfirveguð. Bullandi stemning. Já. Skipting, Bó fer út af og Halla kemur inn á. Hólmfríður fer út af hjá Njarðvík. Og Mathildur kemur inn á. Fín vörn hjá Njarðvíkingamanna. Þristur, nei, gengur ekki, en hún er alein hann og tók bara frákastið. Ninja óöppin hérna, það var galopin í þessu frákastið, enginn að merkja hana. Flaugagangur hjá Njarðvíkingum, voru í vissinni. Njarðvíkuvörnin að gera vel, það er að setja þér bara í erfiða stöður, en þær þurfa að hreinsa glerið. Taka þessi fráköst. Já, fín vörn hjá Huldu. Þeir bara upp, já, vel gert hjá henni. Smekkleg hreyfing hérna, tekur þetta pínulítið Eurostep og klára með hægri. Einstigsmunur, þristur, gekk ekki. Njarðvíkingur með frákastið. Kristín. Hættur til varnar. Já, villa, já.
Tók hann á faðmana þarna aðeins. Já, Væntum því ekki að það er góð, en það full mikið að það er góða. Það er bónus. önnur villan á Höllu. Mér langar að segja að hún sé dóttir Magnúsar Guðfinnssonar sem gerði Garðinn frægan með Keflavík. Heldur betur. Ég er samt ekkert 100%. Þannig til annað kemur í ljós. Já. Nei, leit vel út, fór ekki á ný. Ég sá hann í stúkun á hann og hún er eina sem er Magnús dóttir þarna hjá Stjörnunni. Ásta með sendvitið. Nei. Allt of stutt. Nei, misskilningur en þeir komast upp með þetta. Þetta er villa, já. Fyrsta villan á Huldu. Og bara fín villa. Já, hún var að komast að körfunu hana. Herglind gerir sig klára hérna í yngastið. Fín vörn hjá Njarðvík. Já, koma hún inn. Góð hreyfing. Og hvað villa? Já. Kristín. Geggja crossover hann. Já. Kristín hafa lent á eftir henni hana. Þetta á 2 víti. Þetta Sjöfn Heimisdóttir. Nei, gekk ekki. Og seinna spjaldið, já. Það má nota það líka. Stjarnan að vinna frákastabaráttuna hérna 12-7. Þar af 4 sóknarfrákast. Kristín kemur hérna upp. Já. Óhöppin. Komast upp með þetta. Sara á vítalínunni. Nei, gekk ekki. Og Ásta með frákast. Vel blokka hjá Matthildi hérna. Vel gert hjá Örnu þarna líka challenge að skoti á Söru. Þarna á heppin, Sara ítt á bakki á henni en komst upp með það. Enn eitt sóknarfrákastu. Geggjuð barátta hjá báðum liðum. Svo nótt að vera 4 sekúndur, skotklukku. Kemur Bó aftur inn á hérna í síðasta possessionin. Já, inn á Bó og upp bara, já, nei, gekk ekki. Og hvað? Nei, Njarðvík með hann hana. Barátta, já, uppkast. Njarðvík á hann. Það eru 2,4 sekundur eftir fyrsta leikluta. Njarðvík búið að gera vel hérna síðan að Rúnar tók leiklið. Búin að fara úr 14-6 yfir í 15-13 undir. Flottar mínútur. Sjá hvort Njarðvík. Og það er ekki. 13-15. Eins og við viljum hafa þetta. Þetta er jafnt. Við förum aðeins yfir atkvæðamestu menn hérna í fyrsta leikluta. Sara Björk Lóadóttir kom með 8 stig. Hún er með 60% skotnýtingu og 50% í þristum. Hún hefur búin að bæta við hérna 2 frákastum með svo 1 stóðsendingu. Henni næst er Hulda María, kom með 5 stig. Og er búin að klikka úr 3 vítum. Það eru dýr. Taka 2 frákast og 2 stóðsendingar og stela 2 boltum. En það eru bara 2 búin að skora hjá Njarðvík. Já. Á Stjörnunni, það er Bó stigast með 6 stig og Ninja með 4. You gotta, great future behind you. You gotta tell me what we tryna do.
Svenni, þessi heitir Kanye West. Já, hefði ekki getað að giska á það, ég ætla alveg að viðurkenna það. (15-13) fyrir Stjörnunni. Fyrsti leikluti búinn. Allt í járnum, alveg eins og við viljum hafa það. Og við kíkjum hérna aðeins á, sýnum ykkur hérna stuðningsfólkið. Hér er Stjörnumenn. Og þarna eru Njarðvíkingar vel mætt hérna í höllina. Myljandi stemning. Stjarnan byrja með boltan. Já, fulla ferð og beðum hérna. Ísolt tekur hann eignina. Berglind. Það er tvöfald á Bó. Sem er næra að losa við hann. Hún með þrist. Nei, hann er skakkur. Ekkert nema loft. Hún var kannski full mikið að flýta sér þarna. Var í litlu jafnvægi. Já. Kristín. Já. Þó bara hann í gegnum allar. Kemur hérna bara eins og Móses í gegnum Rauðahafið. Opnaðist allt bara. Það eru við þristur. Já. Bó! Spjaldi ofan í. Ég ætla að segja hún hefði kallað spjaldið. Já, alveg pottið. Aftur við Hulda af stað. Sara með 3. Nei, gekk ekki. Nei, vel gekk. Nei. Og hvað? Þvílík barátta í liðunum hérna. Kristín upp í flóter. Nei, gekk ekki. Og það eru 2. Já, það var ekki annað hægt en að skora hana. Rándýr layup að fara forgörum hérna Njarðvíkurmegin og þeim er refsa fyrir það. Já, Mathildur með fyrstu stig sín hérna fyrir Stjörnuna. Nei, kæruleyslega sending hérna á Bó steilir þessu. Gott sending og Ok. Þetta var virkilega vel gert hjá henni. Þvílíkur íþróttamaður. Þessi stelpa er ekkert eðlilega spennandi. Með mikla lengd. Frábær varnarmaður. Góða boltatækni. Með sitt lítið að hverju. Nátt víti. Já, setur hann. Kristín fekk sín aðra villu þarna. Nei. Þetta er svolítið ráðalaust hjá Njarðvík í augnablikinu. Þristur, nei, gekk ekki. Njarðvík neða frákastinu. Já, Kristín fer alla leið og setur ofan í, virkilega vel gert hjá henni. Huggulega gert. Svolítið þarna sterkt á vinstri höndina. Og Bó, aftur, nei. Vísverð, nei, þetta er kærlingslegt. Góð hreyfing hjá henni. Verðum að gefa Ninju bara þetta stig. Ninja er búin að vera geggjuð hérna í baráttunum alla lausa bolta og er að mata liðsfélagar sína hérna. Öll góð lið þurfa að minnstakosti eitt svona leikmann. Njarðvík tekur leikli. 8 stiga munur allt í einu. Það eru fljótar að ræfsa. Njarðvíkingar þurfa að leysa pressuna betur. Það eru svona hálf svona ráðalausar. Er að kasta frá sér boltanum mikið. Og sjáum við að Njarðvík er búið að tapa hérna 6 boltum. Meðan að Stjörnustelpur eru búin að tapa 4, en þetta eru svona
töluvert óþægilegri tapaði boltar í Njarðvík. Það er að... Ná að skora eftir á. Já. Nú... Þessi heitir Beyoncé. Já, ég er bara fullur af Hugguleg, sönguna, efnileg, eins og mér segja. alls konar upplýsingur sem ég ekkert við að gera. Ég nota þetta einhvern tíma kannski. Spurning hvort við fáum hérna Ríó Tríó í hálfleik. Ég myndi allavega að taka því fagnandi. Já, Mikill Ríó Tríó maður. Ég myndi að ríða mig úr ofan þá. Sjáum, síðasta leikleik gekk vel hjá Njarðvík, þá náður að svara. Sjáum hvernig þetta gengur núna. Þjálfari Stjörnunnar Adama Darbo, leikmaður meistaraflokks karla. Kemur Hulda með boltan upp. Nei, það er erfitt að gefa í gegnum leikmenn. Tinna kemur hérna. Vel gert hjá Kristínu, var vel vakandi. Nú þarf að vera ákveðin. Nei, skynsamt kannski. Skref, já. Dró stóðfótinn hérna aðeins. Óeppinn hérna, lyftir stóðfóttinum hérna óvart, var í litlu jafnvægi. En eitt tapaði boltinn í Njarðvík. Þetta skipti í hraðaplöpi. Þristur frá Tinnu. Nei, gekk ekki. Bó með frákastið. Hún fer upp. Já, setur hann niður. Byttu við. Já. Hulda, vel gert hjá henni. Nei, þetta þarf maður að setja niður. Verða að nýta sér þetta. Það er að fá galopinn lúk. Hvað eftir annan Njarðvíkingar? Bó. Nei. Sóknarfrákast og... Já. Það eru klaufar. Klaufaleg villa. Hirringsbrot sennilega. Vekt út í sjálfa þess að hafa ekki klárað leiðopið. Slær hérna frá sér. Spurning hvort hann hefði átt að sækja snertingun á Bó. Já. Ekkert djók að sækja á Bó. Frábær varnarmaður. Mikla lengd. Tinna kemur hérna. Ástaf til varnar. Já. Nei, gekk ekki hjá Bó þessunni. Hulda Marja með sendingun. Nei, Stjörnustúlkur komast inn í þetta og þetta hlýtur að vera að karfa bara. Já. En eitt tapaði boltinn á Njarðvík sem að Stjörnu konu refsa bara fyrir. Þeir verða að finna lausnir á þessu ef ekki á illa að fara. Vel gert hjá Stjörnunni samt. Mikil ákefð í þessu. Orðin 12 stiga munur. Mathildur með þrist og hvað villa. Já. Ninja brýtur af sér, fær þá sína fyrstu villu. Þetta er þá 3 skot. Mathildur á 3 skot. Bói komið með 18 stig. 18 stig af 29. Komið með 6 fráköst með því og 2 stólna. Já, örugg á línunni. Fyrsta fer ofan í, hjá Mathildi. Nei, klikkar á öðru. Þriðja. Já, setur hann niður. 10 stiga munur, 19-29. Stjörnunni. Já, fín vörn hjá Njarðvík. Sjá, Sara komin einn hinn upp. Nei.
Frábær sendingi á Huldu þarna samt. Bíddu. Það er eitthvað miskilningur. Já, Stjörnustelpur nýta sér það. Þetta kom laut frá töflunni sem fipaði alla. Stjörnukonur fá enn eitt hraðaplöpi sem það nýta sér. en menn eigi ekki að stoppa fyrir dómari flautar. Hárrétt. Hulda fer að körfunni. Villa leikmann nr. 9, Rakel, Pálsson fyrstu villu. Innkast. Villa leikmann nr. 7. Tinna fekk villuna. 10 sekúndar á skotklukkunni. Það Hulda sækir að grefi heggi. Missi boltan. Það eru fljótar upp stjörnustúlkur. Tinna. Fjömenn hinn yfir. Sending, Þórkatla. Þristur. Þórkatla. Og hvað? Sjáu hvað eru vel æfiðar hérna að snúa vörn í sókn. Þórkatla hljóp hérna beint niður í hot, spottaði upp. Neldi þessu niður, ekkert nema nælon. Svo smurði vel núna stjörnuliðið. Sara kemur upp með boltan. Já, Villa. Villan á Þórköllu, eða ekki? Jú. Hennar fyrsta. Önnur. Nei, fyrsta villan á hana, já. Og með puttan í kökukrúsunni að ná. Hulda. Nei, gekk ekki. Tinna kemur hérna yfir á Bó og Bó beint upp í 3. Nei, gekk ekki. Og stjörnur, nei, Sara nær þessu. Já. Nei, það eru fljótar tilbaka stjörnustúlkur. Hún sneri illa upp á hneð á sig þarna. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Hulda þarna smá hikandi. Hefði átt að ráðast bara á Bó. Hún er á 2 villum og það var svona fá kontaktin og sjá hvað myndi gerast. Vel gert hjá Bó samt að ná að hæja þarna á henni og svo komið þarna þær liðsfélagarnir í seinni bylgjunni og ná að trufla sendinguna. Sara sækir að körfunni. Já, vel gert og fær körfu góða. Geggja drive. Líður vel með boltan. Látt crossover, erfitt að verjast í yfir á vinstri höndina allalega á hringinn. Mathildur kemur inn á. Rakel út. Sara á hérna eitt skot. Beint og Skotviss eins og henn er kyn til. Já, þetta er Villa. Þetta er klauvalegt. Hún er búin að missa hana framhjá sér. Ítir aðeins í hana. Óþarfa brot hjá Huldu. Þarf bara að geta fyllt inn upp völlinn. Þetta er sérstaklega þegar menn er að fara svona meðfram hérna vera hliðalínunni. Það er alltaf dæmt á þetta. Hérna líka, já, þetta er bara Villa. Nú eru Njarðvíkingar svolítið að setja óþarfa villur á skiltið. Smá dómarafundur. Já. Hólfríður eigi að fá sína aðra villu. Fín vörn í vandræðum með konum inni, komunum á Bó. Og hvað? Vilja fá villu þannig að Njarðvíkingar fengu ekki. Eigi smá vandræðum með konum hérna fram. Nei, missa hann út af. Klaufaskapur hjá þeim.
Það er erfið sending. 12 tapaði bolti Njarðvíkinga. Þristur. Nei, gekk ekki, en Njarðvíkingar eru bara ekki að stíga út, þær eru að horfa boltan og bíða bara eftir þetta dett í hendurna, en það kemur ekki að sjálfu sér. En til að hrósa Stjörnunni, þær eru alltaf mættar að minnstakosti 2 í frákastið. Njarðvík á boltan. Já. Hólfríður. Flott skot og ofan í 2 stiga. Hún er rétt stig á lína og munur konir í 10 stig. Bó, þetta er flókið skot en gekk næstu því. Byttu nú við. Það er ekkert. Kristín með þrist. Nei, gekk ekki. Fínasta close-out hjá Bó. Náða að trufla skotið. Minja. Nei. Sækir villuna við litla hrifningu Njarðvíkinga. Njarðvíkingu finnst þér pínulítið hlunnfarinn hérna. 2 skot. Nei, þetta var víðsfjari. Og þetta líka. Kristín með frákast. Það er 20 sekúndar eftir hérna. Njarðvíkingar spila væntanlega upp á síðasta skotið. Sjö. Hulda ræðst á körfuna. Já, virkilega vel gert. Og leiktímið rennur út bara 26-34 fyrir Stjörnuna hérna. Í hálfleik. Vel gert hjá Huldu. Koma þessi niður. Munurinn 8 stig þá í hálfleik. Við rennum aðeins hérna áður en við tökum okkur smá pásu. Stigastir leikmenn. Sara Björk er með 11 stig. 4 fráköst og 1 stóðsendingu. 1 stólinn. En henni næst kemur Hulda María, hún er komin með 7 stig og 5 fráköst og 2 stóðsendingar og 3 stólnabolta í liði Stjörnunnar. Það er að Bó Guttormsdóttir Frost sem er búin að vera allt í öllu hérna með 18 stig og 6 fráköst, 1 stóðsendingu, 2 stólna. Við ætlum að taka okkur hérna örstutta pásu, fá okkur eitt kaffisopa og komum svo aftur með síðara hálfleikinn hér að Vörðuspori. Herðu. Þetta er alltaf náður, þetta er mynda okkur hérna. Júlía. Júlía.
Já, velkomin aftur. Staðan 26-34 fyrir Stjörnuna hérna. Stjarnan búin að vera yfir betri. Njarðvíkingar átti í erfiðleikum með að koma boltanum upp og stundu bara í vandræði með að taka hann inn. Já, svona fyrir utan það, þá eru Njarðvíkingar kannski búin að missa ansi mörg opin lay-up á stuttu færi. Það er svona svolítið munurinn á liðunum núna. Fáum við eitt svona rólegt lag til þess að róa taugarnar. Sjáum hvort að Njarðvíkingar ná að býta í Skjaldarendur og minnka þetta enn frekar. Tinna kemur upp með bolta hérna. Kristín til varnar. Ja. Hólmfríður Eyja lagðist þarna ofan á hana. Sjá Bókáni grimm að taka sér stöður. Skýlir hérna sér vel hérna. En Hólmfríður Eyja að fá svona þriðju villu. Tinna fer alla leið sjálf. Já, leggur ofan í. Nei. Hvað? Nei, Njarðvík mistar hann út af. Stjörnuvörnina rótira mjög vel. Njarðvíkingar þurfa að kikka boltanum hérna aðeins fyrr til að búa til opnanir. Komaði framar hérna Njarðvíkingar. Maður sér að Eyja ágreinilega að taka hana Bó alveg úr auðferð. Hún tekur frákast og hvað? Hulda rífur að henni boltan, já uppkast. Geggjuð vörn hjá Huldu. Óð þarna bara inn í hana með hendurna beint í boltan. Frábærlega gert. Njarðvík á boltan. Áfram pressar Stjarnan. Það þarf að kenna fólkinu hana hinum í Stjörnuliðinu hvernig þetta virkar með uppkast og svona. Það er alltaf kvartið þessi vitlaust. Kristín, já vel gert en þetta vill ekki ofan í hjá þeim. Stjarnan byrjaði með boltan eða ekki núna í upphafi síðari hálfleiks. Ég held að þetta sé hárrétt hjá dómurum leiksins. Já. Tinna, Feppar, nei! Frábær við hún steg út af. Geggjuð vörn. Kristín með flott blokk hérna. Sendir þetta heim til mömmu og pappa. Stjörnukonur heppnar að eiga þennan bolta. Sjáu það þrengja vel að Bó. Já. Fín vörn hjá Njarðvíkingum. Hulda kemur Kristín komin einn fram. Erfið sending. Vel gert hjá Kristín að hlaupa völlin, sendingin aðeins fyrir framan hana þarna. Góð færan, nei. Þryggja hana og hvað? Það eru grimmar í frákastunum Stjörnustúlku. Ninja með þrist. Gengur ekki og Kristín nær frákastinu. Gáði ekki að sér hana. Og hvað? Bó. Já, þetta var auðveld karfa fyrir hana. Þessi stig skrifast algjörlega á Höllu í Stjörnunni. Hún sá skítverkin þarna. Virkilega vel gert. Iðnaðarmaður. Iðnaðarkona. Flott ræf. Byttu við. Hver fær þessa villu? Nei, Halla. Þriðja villan Höllu. Kristín á vítalínuna. Halla svo eina sem komið með 3 villur í Stjörnuliðinu. Menna Hólmfríður í Njarðvík, einnig með 3. Nei. Stutt. Njarðvíkingar svolítið að kveiki í vítunum. Þetta eru mólar.
Og fast núna. Fín vörk hjá Njarðvík núna. Bó fær hann hérna 8 sekúndar eftir skotklukku. Nei, nær þessu ekki. Sara með frákastið. Kristín komið fram. Og nei, aftur aðeins og framalega. Vel gert á Bó. Vel staðsett þarna í frákastinu. Tók þetta bara viðstöðulaust. Mikið jafnvægi. Já. Ætlaði að Sara sér kannski aðeins svo mikið þarna. Óheppin að missa boltan frá sér. 14 stiga munur. Og Rúnar tekur leikhlé. Njarðvíkingar hafa náð að loka nokkuð vel á Bó hérna í seinni hálfleik. Sammála því. Skama skapi þá þurfa hinnar að standa sína plikt og hérna hreinsa upp þessi fráköst. Það er búið að taka út skæðasta frákastarann. Ekki nóg að horfa bara boltan, það er að fara að sækja þessi fráköst. Já, það verður spennandi að sjá hvað þjálfarateymi Njarðvík kemur með núna. Það megi ekki minnst að Stjörnuna allt og langt fram úr sér. Stjarnan verið með keflið hérna allan leikinn. Nánast. Sjáum að Stjarnan er að skora 30 stig í teiknum á móti 12 frá Njarðvík. Það munar þessa frákostinn þarna sem að taka. Það seti 50 Cent. Efnilegu kappi. Ég held ég geti tekið þátt í poppunkt eftir daginn í dag. Munurinn 14 stig núna, mesti munurinn hefur verið 15. Njarðvíkingar aðeins leitt einu sinni í leiknum. Það er Hólmfríður heldur áfram að taka handboltavörnin á Eyju bara, nei á Bó segi ég. Taka nú umferð og hvað, já. Ódýr villa sem að Hulda það er að gera, þriðja. já, Hulda er að gera vel. Hún er bara einu skrefi frá því að taka rauningin. Einu hálfu skrefi. Það er að fá hann á kassan. Nei, gekk ekki. Kristín í frákastið. Enn eitt tapaði boltinn hjá Njarðvík, smá misskilningur þarna. Stjarnan er búin að skora 17 stig eftir tapaða bolti á Njarðvík, 17 stig af 40, það er rándýrt. En við erum að hrósa Stjörnuliðinu, það er að neyða þær í ansi erfiðar aðgerðir. Vel smurðar, varnarlega sem og sóknarlega, þetta er bara einfalt með Stjörnunni. Bó kemur hérna með boltan. Hólmfríður til varnar. Og hvað? Flott hreyfing. Geggjuð fótavinna hjá Bó. Þvílíkur íþróttamaður með svo gott vald á boltanum. Þú stoppar þetta ekki. Já, vel, nei, ábær vörn á móti. Rakel Verita. Var geggjuð sending frá Huldu hana. Frábært. Ásta með frákastu og Villa. Villa Berglindi. Njarðvíkingar hálf heppnir þarna að þetta skildi lendi í höndunum á þeim. Stjörnustelpur gríðarlega grimmar
á eftir öllum frákostum. Sama hver kemur inn á, það sama ákefð í öllum. Hik að koma boltan við þetta gekk. Smá hik hérna hjá þeim. Hólfrýður upp og villa, já. Linja fá sinni aðra villu. Vel gert hjá Hólmfríði þarna. Sótti til vinstri, sneri sér þarna í hálfhringinn yfir á hægri höndina. Náði í kontaktinn. Og enn og aftur, brennar að vítum. Njarðvíkingar eru 5 af 14 í vítum. Hræðileg vítanýting. Og seinna líka. Þetta er dýrt. Nei, þarna gerðu það vel. Náðu að loka vel á hana. Á Bó. Ásta kemur hérna, Rakel til varnar. Ásta fer bara alltaf leið og hvað? Heppinn þarna. Já. Njarðvíkursóknin mjög stirð núna. Boltinn er ekki að hreyfast nógu lengi. Það eru lengi að koma þessu action í gang. Þurfa að gera þetta meira saman. Vill á Matthildi hennar fyrsta. Já. Beint ofan í fyrra skoti hjá Ástu. Setna, nei, gekk ekki. Já. Bó missir boltan eða hvað? Virkilega vel gert hjá Njarðvík, nei, eða hvað? Já. Vel gert. Frábært aksjón, vel gert þarna Njarðvíkingar. Ákafar í lausu boltana. Geggjur barátta. Bolti láti ganga vel hjá Stjörnunni og klaufaleg villa hjá Söru. Sjáum það að þetta er einfalt hjá Stjörnunni. Komast inn í miðjuna, sending út í horn, aukasending upp, opið skot. Og Njarðvíkingar seinar í klósettið og réttilega dæmt villa þarna. Önnur villan á Söru. Linja á 3 skot. Njarðvíkingar þurfa núna á þessum næstu 2,5 mínútu að koma þessum mun einhvers staðar suður fyrir 10 stigin. Það klikkar öðru vitinu. Og líka þriðja. Hulda, nei. Keyra körfunni, fer sterkt upp með frákastunni sjálf og villa. Vel gert hjá Huldu þarna, getur sótt í báðar áttir, líður vel á vinstri höndinni. Og ætti svo sem ekki að skipta henni máli, það er bónus. Stúkan lét vita því hérna. Þetta var þriðja villan á Ninju. Nei. Enn eitt vítið. Á meðan Njarðvík er að skjóta svona á línunni, þá líður bara Stjörnunni vel að senda þær á vítalínuna. Já. Bó kemur inn upp, það er reyna að pröfa þetta, ná henni ekki. Jó. Kristín stelur hann í boltanum, virkilega vel gert hjá henni. Nú þurfa Njarðvíkingar að nýta sér þetta. Huggulegt. Ja. Sara, já, góð hreyfing. Frábær fótavinna. Leikli Stjarnan. Já, munur konir 12 stig.
Hulda byrjaði þetta þarna, fekk boltan þarna neðarlega í teignum. Sneri af sem mann, náði ekki að klára og Sara týndi upp mólana, skilaði þessu heim. 12 stiga munur, 1:50 eftir að þriðja. Eins og ég segi, eins og leikurinn að spilast, þá þurfa Njarðvíkingar að koma þessu undir 10 stigin fyrir loka leiklutan. Það er ekki að sækja stigin nóg reglulega, gengur erfiðlega. Það þurfa að nýta leikupin betur, það eru búin að vera að brenna þeim og sömulegis vítin. Njarðvíkurliðið er 6 af 19 í vítum. Þetta eru 13 vítaskot sem er að fara forgörðum. Við erum kannski ekki að biðja 100% nýtingu en einhver staðar yfir 70% væri svona ásættanlegt. Held ég allavega að Rúnar Ingi, þjálfari, myndi allavega taka undir það. Óttamenn myndi alveg vilja fá þetta herra en 31% skotendinga vítalínu er eitthvað sem að Sjakk myndi skamma sín fyrir jafnvel. Já. Sóknarleikur Stjörna hefur ekki gengið alveg eins vel núna. Nei, Njarðvíkurvörðin að rótera betur og við verðum að hrósa Hólmfríði Eyju líka. Hún er búin að vera límt hérna á bó. Já, hún er ná að halda inn aðeins niðri. Hún er komið 24 stig. Engin annar í Stjörnuleginu kom með meir en 5 stig ofan á það en þeim til hrós þá er mikið af stelpum að setja stig á töfluna. Tinna kemur hérna boltan, Kristín til varnar. Það setja hann inn á sóknarvilla, já. Frábær vörn. Þarna leit Bó nappa sig í smá gildru. Hennar þriðja villa. Berglind fer út af. Njarðvík er í bónus, eiga eina villu til að gefa. Ættu þá að geta sótt á körfuna. Já. Vel gert. Kristín, opinn þristur. Nei, hann er skakkur. Nei, þarna voru þær alveg steinsóðandi Njarðvíkingarnir. Njarðvíkingar geta sjálfur sem við kennt þarna. Það er þetta koma miklu hærra upp og stíga á móti þessu. Fekk hérna nánast ókipis flóter. Hólmfríður, langur tvistur, nei, gekk ekki. Bó með frákastið. Og setur ofan í. Sara fær Bó hérna á sig bara á fullri ferð. Það er svo að verða fyrir ískáp. Munnurinn orðinn 16 stig. Það er svo sterk. Hreyfing. Nei, það er ekki að setja það ofan í. Óheppinn. Tinna kemur upp á boltan, beint í þrist. Spjaldið ofan í. Og munurinn orðinn 19 stig hérna fyrir loka fjórðunginn. Njarðvík kemur upp með boltan 10 sekúndar eftir. Hvað vill að Ninja fá sína fjórðu villu? Hulda með alls konar hreyfingar í vopnabúrinu. Tekur hérna Hessi crossover og alls konar fótavinnu og geggjuð. Þarf bara að geta klárað aðeins effektívar. Kemur Arna inn á. Leysir Bó af. Nei. Hulda þá 1 af 7 í vítum en það sem að er 2 af 8, 25% vítanýtingu hjá henni. 32-50 eftir þriðja leikhluta fyrir Stjörnunni.
18 stiga munur sem þarf að brúa hérna á einum leikluta. Það þarf alvöru leikluta í það. Já, það þurfa ná góðri framistöðu núna. Njarðvíkingar sömuleiðis bara ískaldar fyrir utan línuna. 1 af 11, 9%. En förum aðeins yfir þetta. Stjarnan er að skora hérna 19 stig eftir tapaða bolti á Njarðvík og eru að skora 12 stig ofan á það eftir það getur verið inni líka 12 stig eftir sóknarfrákast. Já. Segir okkur það er að spila hérna hörku vörn og Njarðvík kannski full kærulausar við boltan. Þetta er Það náði ekki alveg að fylgja eftir góðri byrjun á þriðja Njarðvíkingar. Við upphæði þriðja og spilaði bara feikilega góða vörn og voru að komast á hringinn. Sjáum hvað setur. Það er hljótt að koma dýrvitlaus hérna í fjórða leikluta. Það er að duga að drepast núna, síðasti leikur tímabilsins og nú þarf bara að leggja öll spilin á borðið og taka smá sénsa. Njarðvíkingar þurfa að koma bara boltanum úr höndunum og Bó. Treysta á það að aðrir gerir hlutina. Tinna og Hulda til varnar. Stigur út af. Fín vörn hjá Huldu. Þetta byrjar vel hjá Njarðvík. Nú vantar Kristín aðstoð að koma boltan inn. Jæja. Hulda gerir árás. Feppar alltaf og setur Gekka, vel gert. Setur bara í annan gír hérna og skurt komin á hringinn. Hvað? Já. Hárrétt. Hulda að fá sína fjórðu villu. Já, hérna var upplagt tækifæri fyrir Hulda að taka ruðninginn. Nýtti sér það ekki. Tinna, flott, hreyfing, nei, gengur ekki og Hulda nær frákastinu. Sara, nei, hætti við. Ásta með 3, lítur vel út, nei, Hulda nær frákastinu. Eyja, nei, gekk ekki heldur. Þriggjastaskot verða bara að detta. Það er að eiga möguleika. Tinna með 3, nei, gekk ekki. Hólmfríður Eyja með frákastið. Sara kominn ein í layoff hérna. Já, vel gert hjá Söru. Vel séð hjá Hólmfríði Eyju. Frábær sending á. Eyja, Hólmfríður Eyja að fá sína fjórðu villu. Klaufalegt. Voru komna með hana þarna nánast Já. í lás og Arna setja búin henni að erfiða missa, stöðu. já, Arna búin að missa jafnvægið.
Villa, er það 5. Villa, nei. Sara fá sinna 3. villu. Vantar svona smá skynsemi í Njarðvíkinga hérna varnarmegin. Þeir að leysa þær úr klípum hérna með því að brjóta af sér. Bó með 3. Nei, gekk ekki. Og enn eitt sóknarfrákastið. Tinna. Sækir að Körfu missi jafnvægið og hvað? Ásta í gólfið. Já, já. Vel gert hjá Ástu. Njarðvíkingar eiga hann. Sara gerir árás, fer bara alla leið og setur á ofani og fær víti. Virkilega vel gert. Njarðvíkingar þurfa meira af þessu. Aggressívar árásir. Það mun skila opnum lúkkum líka þegar þær fara þétta teginn. Halla fekk sína 4. villu þarna. Kemur út á Berglind inn á. Þetta eru 12 stig, 6 mínútur. Það er allt hægt í þessu ennþá. Njarðvíkingar þurfa bara að halda áfram að spila þessa vörn sem þær hafa verið að gera síðustu mínútur. Skila stigum hinum megin. Og svo þurfa að setja vítin ofan í. Það myndi hjálpa. Já, fín vörn. Þær komast inn í sending og stela boltanum. Hulda. Kemur út Kristín með 3. Nei, gekk ekki. Sara með frákastið. Kristín aftur. Nei, gekk ekki heldur. Það var svona copy-paste skot. Já. Það var á nákvæmlega sama stað. Kristín að fá sína 3. villu. Sjáum þarna, hún sækir til vinstri, komin úr jafnvægi, að fara í rosalega erfitt skot hérna á vinstri höndina. Það er bara mögulega átt að hérna setja hendina bara upp, standa bein og vona það besta, en vel sótt hérna hjá Ninju. 2 víti sem hún fær. Nei, þetta leit aldrei vel út hjá henni. Seinna skotið hjá henni. Ofan í. Hulda, hún gerir bara árás. Já, virkilega vel gert. Dansar hann í kringu þær. Klárar. 11 stiga munur. Til Berglind. Njarðvíkingar með helst ekki brjóta. Næsta villa er skotréttur. Já. Fín vörn þarna hjá Njarðvík. Já. Aðeins ítt í bakki á henni annan. Njarðvíkingar með boltan. Sara kemur hérna. Fer í árás. Nei. Og Hulda. Þessi fara að detta. Gerir það! 8 stiga leikur. Stúka tekur við sér. Já. Fín vörn hjá Njarðvík. Nú er mómentið aðeins að sveiflast. Maður finnur það. Orkan að færa staðis Njarðvíkur megin núna. 13 sekundar skotklukkunni hefur Stjarnan á innkast. Það leita nú að Bó. Já, hún fær hann og þristur. Setur það. Svarar þessu bara. Veit ekki hvernig hún var svona rosalega frí, smá miskilningur í Njarðvíkurvörðinni. Það má bara ekki gerast. Vel gert hjá Bó. Frábært skrín þarna og klárar allar leið. Geggja skrín þarna hjá Söru. Hvað er þetta? Ekki neitt. Já, Njarðvík nær boltanum. Kristín. Nei, það er stela boltanum á henni. Já. Njarðvík á hann. Byttu við.
allavega ekki að. Njarðvíkur, ja. Sara Treystum kemur upp því í að boltann. ágættir dómara leiksins hafi bara haft rétt fyrir sér hana. Já. Já. Ekki Vel fóta gert vinnu! og skorar. Sara Logadóttir. 5. villan á Ninju. Þetta var klaufalega gert hjá henni. Sú er vöknuð. Komum með 19 stig eins og Hulda. Það eru að draga þetta fyrir Njarðvíkurliðið. Með liðið á bakinu núna. Getur sett þetta þá í 6 stig ef hún skila vítinu niður. Þetta er leikur. Nægur tími eftir. Nei, gekk ekki. Hérna kemur hérna upp. Það eru 3 á eina. Erfitt skot, já, fínt. Vel gert hjá Ástu þarna. Ástu er búin að vera að spila hérna geggjaða vörn og sína frábæra baráttu fyrir Njarðvík. Reynar aftur. Nú þarf það, já. Hulda með þrist. Gekk ekki. Hólmfríður með frákastið. Ásta með 3. Nei, gekk ekki. 7 stig. 3 og 9 eftir. Þetta er wide open. Kannski svolítið ótíma bara þristur hjá henni. Já. Mistu þarna galopinni Söru þarna á vængnum á hann. Sá hann ekki. Tinna kemur upp með boltan. Sara til varnar. Villa. Nei, á gólfinu. Vel gert hjá Berglindi. 2 árum yngri, langt minnst á vellinum. Henni er bara drullu saman. Hún er bara góð í körfubolta. Æ. Tvö skot, já, komin bónus. Kristín að fá sína 4. villu. Nú eru allar þessar litlu villur hérna upp af við leiklutans farnar að býta þær. Já. Hjá Berglindi. Klikkar. Fyrra vitinu. Setna, klikkar líka og hvað? Nei, hún tekur sitt eigi, tekur frákasti sjálf. Bó. Klikkar. Hulda með frákastið. Villa. Leikmann nr. 16. Það er þetta að fá sína 1. villu. Rosaleg barátta. Njarðvíkur Karfa hérna myndi gera alveg helling fyrir leikinn. Já, við viljum hafa þetta spennandi. Ekki spurning. Ekki spurning, við erum að fá frábæran leikinn. Kemur Halla inn á. Þetta fer út af. Þetta er búin að skila góðu verki hérna í dag. Halla er með 4 villur. Ásta keyrir bara að körfunni, virkilega vel gert, óheppinn. Og Já, Sara fór svona 4. villu og er að senda þær á línuna. Það var flott flétta hjá Njarðvík, kom þarna upp úr handofi Ásta, kom líka í það af krafti og þess vegna fekk hann þessa línu inn að körfunni, óheppinn að klára þetta ekki. þetta leiður bara sem ekki svona saga leiksins fyrir Njarðvík. Tinna með víti og það er bara beina leið. Setna klikkar Kristí með frákastið. Kristí fer bara alla leið, setur þetta niður. Brandan á milli. 6 stig. Berglind, hótar þrist, hætti við. Tinna sækir að körfunni, þristur, gekk ekki, Kristí með frákastið.
Vá, 2 mínútur Svenni. Hulda fer upp og setur hann niður. 4 stiga munur allt í einu. Geggjað vel gert hjá Huldu, fór 1 á 3. Alveg óhrætt. Þvílík fótavinna. Bó. Þristur. Nei, nei. Já, Njarðvík nær frákastinu. Heppnin með þeim mamma. Sara, hvað ætlar hann að gera? Þeir bara sjálf og hvað villa á Bó. 4. villan á Bó. Sara virtist að koma sér í smá vesen þarna, leysti vel úr þessu. Klaufi hérna Bó að láta nappa sig hérna. Það er pressið byrjað að segja til sín. Nú þarf vítin að fara á henni. Hermann má ekki fara að verja eitthvað forskot. Þær þurfa að halda áfram að sækja stig. Þetta er orðið eins sókna leikur núna. Njarðvíkingar búin að vinna þetta þrekvirki að vinna upp innan mun. Seinna, já. Þegar þetta telur mest þá dettur þetta hjá þeim. 2 stiga leikur. 1:20 eftir. Bó, já, vel gert hjá henni. Frábært kött. Nú er vandræði með að koma minna eitthvað. Nei, Hulda færa hérna. Það þurfi ekki að flýta sér. Keirir að körfunni hvað? Nei, ekkert dæmt. Fjögur stig, mínúta eftir. Berglind. Nei, gekk ekki, en sóknarfrá, dýrmætt sóknarfrákast. Nei, gekk ekki, og hvað? Stjörnubolti, ég held að þetta sé rétt. Fá þá nýja skóklukku, 14 sekúndur. Þetta er verða Njarðvíkingar að stoppa. Stjörnustúlkur þurfa bara að nota klukkuna hérna aðeins. Karfa hér gerir mikið fyrir Stjörnuna. Já, færi langlegina með þetta. Bó fær hann hérna úti. Tinna. 7 sekúndur. 5 og upp í erfitt skot. Gengur ekki. Tinna. Nei, Kristín kemur upp með boltan. Kemur út á Söru. Hulda fær hann. 3. Gekk ekki. Verða þá að brjóta. Verða að vera inn í þessu. Hvað ætlar að gera? Sara er á 4, Huld er á 4. Það er einhver annar verður að brjóta. Taka þristin. Ísar þetta leik. Ísar þetta. Þetta er komið. Stjarnan er Íslandsmeistari. 9. flokki kvenna 2023. Það voru svo nálægt til að ná þessu Njarðvíkingar. Það stóðust áhlaupið, stóðust pressuna. Það er að vinna Njarðvíking í fyrsta skipti í vetur þegar að mest var undir. Til hamingju Stjarnan. Frábær leikur sem við fengum hérna. Fengum smá spennu í þetta í lokin. Já. Nú gerði ekki nógu vel, náðu ekki að stíga nægilega vel út hérna í lokin. Það voru mólar hér og þar. Það er þetta að velta ýmsu fyrir sér. Hverjur að kenna og svo framvegis. En virkilega flottur sigur hjá Stjörnunni. Ég held að Njarðvíkingar muni líta á, þegar það líta á þennan leik í baksýnisspeglinum, þá var það vítanýtingin sem að eiginlega fer með þetta. 9 af 25 honi, 36% nýting. Þetta eru 16 klikkuð víti. Já, þetta er ekki nægilega gott. En stigahæst hjá Stjörnunni var Bó með 31 stig, Tinna með 13 og Ninja með 6. Já, Njarðvík var Hulda og Sara með 21 stig. Það sé ekki nokkuð spurning hver verður valið maður leiksins hér. Það verður leikmaður númer 17 í Stjörnunni.
Guttormsdóttir Frost, 31 stig, 18 fráköst, trölla tvenna, 1 stóðsending og 2 stolnir. En mér fannst Spennandi leikmaður. Hólmfríður kom vel í þetta hlutverk að taka ból umferð þarna. Þannig að ég ætla að byrja liðinum að stilla sér upp núna, sitt hvorum megin við miðlínuna. Stjarnan þeim koma aðeins nær hérna. Og ég fengi hérna Kautsarún Garðarsdóttir fyrir að Keflavíkur til þess að hjálpa mér að afhenda verðlaunin í dag. Við ætlum að byrja á silfurliði Njarðvíkur til hamingju. Stóðu sig vel. Já, Einar Hannesson fyrir hönd KKÍ og Katlanún Garðarsdóttir sjá hér að veita verðlaun. Hérna verðlauna silfurlið Njarðvíkur, þær geta verið stoltar af frábæru tímabili þrátt fyrir súrt tap hérna í dag. Það eru margar mjög efnilegar stelpur sem að munu án efa láta sér kveða hérna með meistaraflokk félagsins á næstu árum. Ég held að séu innan 4 þarna sem komum við sögu í vetur sem meistaraflokki. Það er svoleiðis? Ég held það. Já. Rúnar Ingi Elíksson, þjálfari liðsins. Að gera skila gott starf. Frábær þjálfari. Það fá allir pening. Já. Allir liðsmennir. Þarna er, Nú með nokkra sko. þarna er liðstjórarnir. Það er alls konar fólk í kringum það, liðstjórar og vassberar og sálrætt stuðningur og svo framvegis. Það er ekki sjálfsögðu gott klapp. Það voru vel studdar hérna áfram af fjölmörgum stuðningsmönnum sem mættu hérna í Blúhöllina. Sigurinn, afhenda gullverðlaunin til hamingju Stjarnan. Stjörnustúlkur og Stjarnan búið að taka hérna 5 titla helgina. Eins og segir í laginu, góða stjörnuleginu, syngjum og dönsum og lyftum bikurum. Hverju orðið sannara. Góð starfinni þannig í Garðabænum. Nú hér klukkan 17:30 hefst svo leikur Keflavíkur og gegn sameiginlegu liði Vals og KR í ungmennaflokki kvenna. Munum loka helginni á þeim leik. Og það munum við lýsa áfram. Við sitjum hérna sem fastast. Þvílík veisla sem við erum búin að fá hérna helgina. Já. Algjörlega stórkostleg helgi. Vorið maður, vorið góða. Það eru körfuboltinn blómstrar. Ja, þú leggur peningin að Bóveri valinn best. Já, ég var alveg til í að setja afsalið á húsinu held ég bara. Þá er komið að því að veita viðurkenningu fyrir stúlkuleiksins eða mannleiksins og sú stúlka með 29 framlastig í leiknum, 18 fráköst og 31 stig. Það er Guttormsdóttir Frost. Já, kemur bara ekkert á óvart. Nei, spilaði Þvílíkur íþróttamaður. virkilega vel. Og þá ætlum við að fá fyrirliða stjórnuna fram og Kappsaxar afhendaði bikarinn. Stjarnan Íslandsmeistari í myndaflokki stúlkna 2023. Til hamingju! Innilega til hamingju, stjörnustelpur, Íslandsmeistarar, vel að þessu komnar, spiluðu hérna frábæran leik, vel studdar af fjölmörgum áhorfendum. Við ætlum að leyfa þessi myndum að lifa hérna aðeins, við ætlum að taka okkur smá pásu, komum svo aftur hérna eftir 45 mínútur með leik Keflavíkur og sameiginlegs liðs Vals og KR. Minnum á að þið þurfið að refressa síðuna til að komast inn í þann leik. En Sveinn Ólafur Magnússon, Sigurður Friðrik Gunnarsson, Einar Þór Björgvinsson, þakka fyrir sig í bili, sjáumst hérna að vörmu spori.